Að reikna meðaltal tiltölulega einfalt. Hérna erum við með 3 tölur. Ef ég ætla að reikna meðaltalið, þá legg ég tölurnar saman. 8 + 9 + 7. Í þessu tilfelli fæ ég út 24. Svo tel ég tölurnar 1, 2, 3 og deili með 3. Meðaltalið 8. En hvað vegið meðaltal? Þá þetta farið að virka svolítið öðruvísi. Þetta getur verið einkunnir í einhverjum áfanga. 20% heimavinnan og einhver fekk 8 fyrir það. 30% eru hópverkefni, einhver fekk 9 fyrir það og 50% var lokapróf. Fekk 7 fyrir það. Hvað kemur eiginlega út úr þessu í lokaeinkunn? Jú, þá þurfum við að breyta þessu í tugabrot og margfalda. Og hvað kemur út úr því? Hérna kemur 1,6, 2,7 og 3,5. Svo legg ég þetta saman. Hérna fæ ég 8, geymi 1, 2, 3, 4, þetta 7,8 muniði. Hefðbundna meðaltalið var 8. Af því að lokaprófið gildir 50%, það gildir helming og það lægsta einkunnin fyrir lokaprófið, að þá dregur það einkunnina örlítið niður. Þannig að vegið meðaltal að komast að því, ef þetta mismikið vægi, að finna prósentuna í tugabroti, sinnum einkunnin eða það sem við erum að vinna með og leggja það svo saman og þá fáum við vegið meðaltal.